gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Já, komið þið sælblessuð, við viljum að ræða menntamál, svolítið ögrandi menntamál. Jón Pétur Símsen heitir skólamaður Réttarholtsskóla sem hefur verið töluvert mikið í fjölmiðlum. Það mörg viðtöl við hann sem hafa verið tekin seinni ár, sum þeirra svolítið umdeild, hann hefur verið óhræddur að segja meiningu sína. Hann hefur gagnrýnt margt sem að gerast hér í íslensku menntakerfi, einkum grunnskólakerfinu. Því kerfi sem að hann þekkir best og nú hann orðinn þingmaður. Hann er orðinn þingmaður Sjálfstæðisflokksins en hann hefur áfram látið þessar kveða á opinberum vettvangi. Hann að skrifa færslur samfélagsmál og heldur áfram að skrifa menntamál. Og núna síðast bara í gær eða fyrradag rakst ég á það að hann er á þeirri skoðun að við eigum að stytta kennaranám úr 5 árum í 3 og hann er komin hingað að rauða borðinu til okkar. Vertu velkomin. Takk fyrir að bjóða mér. Sko, þú segir þau ár sem kennaranámið hefur verið 5 ár. Já. Höfum við ekki séð aukinn árangur. Já. Þá mín spurning, þetta skoðun eða ertu með mælingar á baku þig? Já, mælingarnar eru bara svo fáar varðandi námsárangur hérna á Íslandi. Við höfum eiginlega engar beinar mælingar, samræmdar mælingar námsárangur nema PISA. Já. Og við vitum held í flest hvernig PISA niðurstöðurnar hafa verið Já. Og þetta sem sagt, þetta svona rosaleg viðbót við kennaranámið og spurningi hvað sem við förum í þessa vegferð og þegar rætt við háskólanum það hvað þeir verum að auka sem sagt þennan árafjölda úr 3 í 5, þetta ekki 2 bæti 2 við 3 sko, þetta gríðaleg lenging á námi hlutfallslega og hvað eigum að fá í staðinn fyrir það sko og ég veit ekki hvort það hafi verið rætt við háskólanum það yrði einhverju skilað í staðinn. Maður sér ekki, sko, ég hef ekki, og svo náttúrulega ákveðin tilfinning sem ég líka með, maður hefur fengið kennaranema til sín og maður ekkert séð að þeir hafi sérstaklega batnað í raun, það mitt mat og kannski mín skoðun og mitt mat sem ég geta stutt með þessum PISA-rannsóknum að það í raun sko nema hópurinn sem skiptir öllu máli. Það skiptir máli hverjir það eru sem sækja í kennaranámi. Því að grunnurinn sem þú kemur með inn skiptir svo ofboðslega miklu máli því að kennsla bara ákveðin listgrein. Þetta svolítið, þú hefur þetta eða hefur þetta ekki, þetta geta allir bætt sig með námi. Er þú sjálfur kennaramenntaður? Ég er sjálfur kennaramenntaður, já. Og ég náttúrulega kynnist alveg ótal mörgum kennurum í gegnum mína 25-6 ára tíð í grunnskólum og þar ekki bein fylgni á milli fjölda námsára í háskóla og gæði þess að vera kennari. Ég hef ekki orðið var við það. Nei. Og maður hefur séð bæði langskóla gengna frábæra kennara og líka þá sem hafa verið leiðbeinendur og hafa sinnt náminu frábærlega eða kennslunni. Þannig að ég fann aldrei þá þörf að það þyrfti að lengja námu og ég satt best að segja þegar maður var inn í þessum kreðsum á sínum tíma þegar var verið að lengja þetta, þá fannst mér þetta mest vera svona að menn voru að pæla í kjaramálum þar. Já, sko með því að leggja þetta til að við tökum skrefið tilbaka. Já. Það var ju einu sinni styttra kennaranámið og svo var það lengt. Það var einu sinni 1 ár og svo var það 3 ár og 2 ár og gleiknum við milliðinni, grunna mig. En sko við höfum verið í náttúrulega óbúslegri svona mentabúblu. Já. Sumir kalla það ofmentabúblu en ég ætla nú ekki að hafa skoðun á því. En sko ef við tökum þetta skref tilbaka í þessu á það við fleiri svið þá líka að þínu mati eða ekki svolítið ósanngjarnt að taka bara kennaramenntunina svona? Jú, ég náttúrulega kannski vil ekki tala fyrir önnur sviðin sem það sem ég þekki best. Já. En mér grunar alveg að ofmenntun sé víða í gangi. Já. Og það sem ég sé fyrir mér með þessu sem ég skrifa þarna í þessari Facebook-færslu, hún var, þetta bara sem blundar í mér og ég var ekkert lengi að skrifa hana. Nei. Að þegar ég
var á sín tíma í kennaranámi og árin í kringum það, þá komust ofboðslega fáir inn í kennaranámi vegna þess að það var svo eftirsótt. Og hvers vegna var námið eftirsótt? Vegna þess að þetta var 3 ára mjög hagnýtt nám og að fara að vinna við það að kenna börnum sem bara frábært starf að fá starfsréttindi til 3 ár. Ég alveg viss það að það myndi semast í stað þess að núna erum við að berjast við að fá fólk inn í námið og þá erum við að fá svona eitthvað kannski hópa fólki, nú er ekkert alhæfa þetta, þetta fullt af flottu fólki hérna líka, en við erum ekki að fá jafn marga og við getum ekki valið úr jafn mörgum inn í námið eins og þegar aldamótin. Þegar ég var í námi og ég held því fram að þegar við höfum svona miklu fleiri umsækjendur og sem ég held að muni gerast þegar bara hjá venjulegu fólki, bara stúdentum að þeir sjá að hann 3 ára praktískt nám geta komist bara að fengja atvinnuréttindi eftir 3 ár og farið að kenna í grunnskólum og sem bara eins og segir frábært starf, það muni geta valið úr hópi mjög hæfra umsækjenda. Skólar, það verða umsóknir kennarastörf sem losna. Það þarf ekki bara að bíða eftir einhverjum hverju sækjum. Það eru 4 sem sækjum og þar eru 2 ekki með kennsluréttindi, 1 sem hefur flakkað með skóla og hvergi haldist í vinnu og 3 sem er ekki góður að kenna. Man þarf að ráða eitthvað þarna. Þarna hefði maður þá umboð til að ráða miklu, maður hefði fleiri að velja og fyrir vikið þá bara smátt og smátt fylla skólarnir af miklu hæfara fólki og skólarnir í raun ekkert annað heldur mannauðurinn í skólanum. Góðir kennarar, þeir gætu kennt bara út á Laugardalsvelli og bara verið með frábæra kennslu þar. Og þess vegna skiptir þetta svo miklu máli að við fáum fullt að hæfu fólki til að sækja í kennaranum og hérna rakti ég bara fleiri ástæður fyrir því og ég myndi vilja þá bara frá efnislega svör frá þeim á menntavísindasviði hvers vegna þetta er ekki hægt því að það er alveg að taka til í kennsluskráni upp í háskóla, það held ég minnsta málið Mér finnst hafa vægi í þessari umræðu að þú ert búin að vera í einhverja áratugi þarna inn í þessu kerfi sjálfur. Já. Þú hefur fylgst með breytingum og þarf ég að biðja það að segja mig satt. Hefurðu upplifað það að gæði sem sagt kennara hafi rýrnað eftir því sem liðið hefur á þína vist hér í íslenska grunnskólakerfinu? Þessu er erfitt að svara. Ég eiginlega get svara sem þannig til að það er erfiðara, það núna er miklu erfiðara að fá kennara inn í skólana. Þannig að þegar ég auglisti 2004, 5, 9, þá komu kannski 10-15 umsóknir. Það er 4 alveg frábærar og maður gæti valið þá úr 4 verulega góðum kostum. Þegar maður auglýsir núna, og þetta held ég geti skólastjórar bara allavega, ég held bara landa allt staðfest, þá færðu valla umsókn. Þannig að þú spyrð hvort að kennararnir hefði, þeir sem sækja meðaltal styrkleika þess, þeir hafi minnkað, hvort það sé háskólanum að kenna skal ég ekki alveg segja til en þú bætir 2 árum og öllum þeim kostnaði sem því fylgir og tíma ofan að 3 ára kennaranám og þú sér bara ekki árangur eftir það, þá finnst mér að menn ættu alvarlega að hugsa sig því að þetta eru sko peningar okkar skattborgarana og tími fólks, þetta eru bara námslán sem þú þarf að taka 2 ára viðbót, þetta eru alls konar hlutir sem fylgja því að lengja námið og það þarf að vera augljós ábati ef maður ætlar að gera þetta. Það á ekki bara að vera þannig að ég get sagt núna ef maður er búin að vera 5 ára kennaranum, ég er búin með 5 ára háskólanum, þá á ég að fá x mikið í laun. Námið á að vera til að bæta gæði kennsluna þannig að börnin nái árangri. Og þá spyr ég, lokaafurðin er svo að börn nái árangri í lífinu. Hvaða mælikvarða höfum við á það? Við höfum það, eini mælikvarðin er PISA núna. Auðvitað höfum við eitthvað líðan af hvernig hvernig líður. Það líður líka verð núna heldur en leið 2005. Þannig að þetta er allt á sömu leiðina. Á sömu leiðinni og ég sé ekki að háskólinn hann hafi axlað ábyrgð á þessu. Ég sé ekki umræð þetta hvort þetta hafi verið rétt skrif. Er búið að rannsaka það hvort þessi 2 ára lenging hafi skilað einhverju. Ég hef ekki séð það rannsóknir hjá háskólanum. Þeir kölluðu þarna eftir því að ég væri búin að rannsaka þetta hvort það væri betra að hafa 3 eða 2 ár og ég vísa það bara í það sem ég er að segja hér. Ég hef ekki þann tíma eða það fjármagn eða þann mann afla að rannsaka þetta. Ég meina, ef ég væri menntamálaráðherra þá myndi ég kannski bara gera það
og ég myndi bara alvarlega, ég ekki að segja þetta til að koma að höggja á eitthvað, ég að segja þetta til þess að börn á Íslandi fái betri kennslu, því að það það sem ég stend fyrir, að börn nái árangur í námi og lífinu, því að ef þú færð góða kennari í grunnskóla, þú býrða því alla tíð og ef ég skólastjóri og að reyna að ráða inn 2-3 kennara og ég á erfitt með að gera það að því að úrvalið lítið, þá ég að bjóða nemendum mínum bara upp á verri kennara. Þannig að þú veist, þetta sem ég legg til, ég vildi lifa í samhliða ríki eins og núna, bara búið því og gera þessa tilraun og ég myndi leggja mikið undir að þetta veri betra að vera með 3 ára nám og ég bara tiltek það á færslunni, ég geti bara farið inn með á Facebook og skoða bara færsluna í heild, hún ekki löng, en ég kem þar með nokkuð mörg rök og ég sé ekki rökin fyrir því að skrifa mastersritgerð eða eitthvað slíkt að það gerir þið endalega hæfari kennara. Þannig að þetta bara, ég held að það svona hafi eitthvað hrist þannig upp í menntavísindasviði þegar ég bylti þetta og líka því að maður hefur meira vægi þegar maður komin inn á þing. En ég bara óhræddur að taka umræðuna. Ef ég hef rangt fyrir mér, þá skal ég líka bara segja það bara, já, ég fór offari þarna. En ég held að ég hafi ekki rangt fyrir mér. Það vill þannig til að bara síðast í gær hér við Rauðaborðið var hópumræða mikilvægi þess að allar skoðanir séu settar á borðið, hvort sem okkur finnst það góðar skoðanir eða vondar skoðanir, þannig að ég sammálaði þeir með það að við þurfum að ræða sem flestar sviðsmyndir. Ég hins vegar átta mig vel á kreppunni sem að allur heimurinn í, ekki bara Íslandi, taktu bara sko Bandaríkin, þar sem að vinir mínir þar vestra fæddir í Ameríku segja mér að það hafi bara gerst óhjákvæmilega fyrir nokkrum áratugum að í stað þess að okkar besta fólk leitaði fanga í vísindum og húmanískum greinum og öðru því sem það gerði samfélaginu mest gagn, þá var það hausaveitt af fjármálaöflunum. Það voru bankarnir og fjármálastofnunir sem að borguðu langhæstu launin, þau dorguðu upp atgerfið og svo framvegis og maður spyr sig hvort þessi leikur tapaður, hvort þetta muni alltaf verða svona, en það sem þú ert að segja það að einstaklingarnir eru mismunandi, það liggur misvel fyrir okkur að kenna, það kallar á sérstaka færni og það vandi verður ekki leystur með samræmdu fyrirkomulagi þar sem að eitt einhvern veginn bara gengur yfir alla. Já, það sem ég eiginlega að segja það að sko, það geta allir kennt innan gæsalappa en að vera góður kennari og ef þeir sem eru foreldrar hlusta á þetta og rekja bara sína eigin skólagöngu og skólagöngu barnanna sína, þá geta þau fundið, það eru svona kennarar sem koma á og til upp í þeirra lífi sem voru frábærir kennarar og það er ekkert víst að þeir hafa haft langa háskólagöngu að baki, en og hvað það sem einkennir þetta fólk og það eru margir þættir sem einkenna, það sérstaklega bara þeir tengist nemendur sínum, þekki þá og hvetji þá og dræða besta fram og allt þetta og þetta, ef við styttum námið, gerum það hagnýtara, fólk skuldar ekki jafn mikið eftir að það er komið úr náminu, það verður meiri baráttun sætin. Heyrðu, komst þú inn í kennaranum? Vá, heyrðu, þetta flott maður. Þú veist, ég veit 5 sem sóttu hann kost bara 1 inn. Virðing fyrir starfinu eykst, sjálfsvirðingin eykst. Ef maður með sjálfsvirðingu og það virðing fyrir starfinu sem eykst, af því að þú ert á árangri, ef allir foreldrar á Íslandi kemur með góða sögum það að börnunum þeir liði vel í skólanum og þeir næði árangri, þá miklu líklegra að það sé tekið vel í til dæmis hærri laun kennara. Já, mér finnst þetta með íslenska kennarasamfélagi, það að skila okkur frábæru niðurstöðum og árangri fyrir börnunum okkar. Við erum að gera vel við þetta fólk. En ef við erum að skila einhverju niðurstöðum sem ekki góðar og við höldum bara áfram að hjakka í þessu sama við höfum verið að gera síðustu árin og neitum að horfast í augu við það og skoða, við þurfum að breyta einhverju. Sko, ef þú heldur ekki samhlutin aftur og fengið einhverja nýja niðurstöðu, þá eitthvað að hjá okkur, sko. Við þurfum að breyta. Okkur gekk mun betur, ég ætla ekki að segja allar þessar breytur kringum aldamótin séu það sömu og núna. Og ef þetta 3 ára nám, það myndi bara 1 og 3 breytast, en ég færi fyrir því rök í þessari færslu sem ég væri þá bara til að sjá efnislega umræðu og ég alveg til að taka þátt í henni
og þú veist, það eru fleiri vinklar á þessu máli heldur en það sem ég birti hér. Ég ekkert handhafi sannleikans. En sko, ertu ekki svolítið að daðra við hugmyndir einkaskóla þegar þú dregur fram munin á einstaklingunum, hvaða liggur vel fyrir sumum en ekki öðrum? Ertu ekki svolítið að svona bera þann blæ inn í hugarskot okkar að í ljósi þess að þetta þurfi sérstaka hæfileika þá bara sé ekkit óeðlilegt að sumir fái meiri umbun en aðrir og við förum að hugsa þetta einhvern veginn ekki út frá ríkis... Nei, ég skynja ekki þessa tengingu sem að þú ert bara alls ekki, sko. Þannig að þú vilt enga breytingu á rekstrarforminu þóttu sérst að tala með þeim hætti sem þú ert. Nei, það þarf ekkert endilega. Ég held að það sé bara erfitt að vera með einkaskóla á Íslandi. Ég held að ég sjálfur velti fyrir mér að stofna skóla og geta ráðið það fólk inn sem ég vil og það veit að hverju það gengur varðandi stjórnunina. Svipaðu í heilbrigðiskerfinu svona... Já, ég hef alveg pælt í því en ég sé það bara ekki fyrir mér að það virki vegna þess að fólk byrja langflest með börnin sín á leikskóla og börnin eru þar með vinum og kunningjum og líður vel í sínu hverfi og fólk mjög ógjarnt að taka lítil börn úr því umhverfi sem þau líður vel og vera að keyra einhverja kílómetra eða 20 kílómetra í einhvern skóla sem á að vera betri en annar. Ég held að samfélagið okkar einhvern veginn sé ekki alveg tilbúið fyrir það. Nei. Ég held að rekstrarformið eins og við erum með hjallastefnuna og við erum með nú og fleiri skólar sem eru innan gæsalappa einkareiknir, ég held að það sé bara ágætt. Þá það valkostu fyrir foreldra og það valkostu fyrir starfsmenn líka að vinna, þú veist, fyrir aðra heldur en beint fyrir sveitafélagið. Ég held að það sé ekkert af því og en almennt séð þessi umræða mín alls ekki sprottin út frá því. Hún bara sprottin út af því að þeir sem skipta mestu máli í skólastarfi eru kennarar og við erum að fá enn betra fólk til að sækja inn í námið og ég held að við fáum miklu starri og betri hóp til að sækja í 3 ára praktísku góðu kennaranámi þar sem fær starfsréttindi eftir 3 ár í stað þess að baksast við þetta í 5 ár. Já. Og þegar þú komið starri hóp, þetta bara svo með íþróttalið, ef þú valið 1000 mönnum að búa til fótboltalið eða 20, þá miklu líklegra að 1000 getur fengið mjög sterkt og flott lið heldur bara 20. Já, þú sko orðar þetta þannig að breyta þyrfti náminu þannig að kennsluskráin myndi undirbúa sterka kennaranema eins og þú kallar það. Já. Þarna sko rammarðu alveg inn munin sem á manneskjunum. Já. Já. Og það allt í lagi, það mikilvægt að við gerum það, finnst þér? Já, mér finnst bara mikilvægt að við séum með okkar besta fólki í kennslu. Það sem mér finnst mikilvægt og ég tala líka góða kennara. Það alveg markvisst gert hjá mér, sterkir kennaranemar og góðir kennarar. Það allir sem hafa verið inn í skólum ef þú mútið láta skrifa nafnlaust hverju væru bestu kennararnir í einhverjum skólum, þá kæmu sömu nöfnin líklegast upp í hverjum skólaálum að fætur öðrum. Ég held að flestir séu sammála að geta allavega 5, 6, 7 bestu kennararnir í einhverjum skólum. En sko voru ekki launin bara miklu hærri í samanborið við margar aðra starfsstéttir þegar við erum að romantísera og glorifæja okkar frábæru kennara áratugi aftur í tímann? Ég hugsa það, ég er svona áratugum aftur í tímann, ég er orðinn það gamall. Nei, launin voru svo sannarlega ekki, þau náðu ekki yfir, sko, krónan allt miklu minna virði núna en þá, en þú veist, ég var í verkfallinu 2004 og það voru kjarasamningar 2001 sem voru alveg hörmulegir og þú veist, við vorum aftar á merinni við ykkar, við erum hlutfallslega betri laun þá núna heldur en þá. En mýtan ef við förum aðeins lengra aftur að þingmenn hafi verið á svipuðum launum og kennarar. Já, það kannski upp úr kringu 70 eitthvað, ég er ekki að tala þann tíma, sko. En auðvitað mætti það alveg vera þannig að laun... En þá voru skilaboð samfélagsins mjög sterk. Já. Að þingmennskan væri ekki merkilegra starf en að vera góður kennari. Nei, og ég er bara sammála því að þingmennskan ekkert merkilegra starf en að góður kennari. En það sem ég held að til að gera þetta, það þurfum við að efla sjálfsvirðingu okkar sem skólafólks og við fáum ekkert virðingu bara með því að auglýsa í blöðunum, virðið okkur. Virðingin sprettur innanfrá og til að við förum að virða hvert annað. Ef við erum að vinnustad þar sem við finnum að hver topp fagmaðurinn að fætur öðrum þarna, við erum að ná árangri í margs konar mælingum og getum borað okkar saman við hina og þessa
þá erum við ánægð, meina, hverjir eru hoppandi og fagnandi einhverjum titlum hérna, Breiðablik meistari í fótbolta kalla, þeir eru öskrandi og gleði. Ef að við varum það land, við varum staðum ofarlega í því að mennta börnin okkar, að þau voru góð í lesskilningi sem alltaf grunnforsenda lýðræðis, þá væri við stolti að ég kennar á Íslandi. Þú kæmir út og það væri hérna, þú ert kennari og hvað á Íslandi og þá bara allt finnur það bara sjálfsánaðan og sjálfsmyndin hún væri sterk. Staðan þannig hún er ekki þannig hjá okkur í dag. Kennarar með brotna sjálfsmynd. Þeir eru að berjast fyrir hærri launum, þeim finnst hérna, ef þú tala við kennarahópa og ferðan á kennarasíður, þeim finnst engin virðing borin fyrir þeim. Við þurfum að taka þetta innanfrá og við þurfum að fá sterkt fólk inn í stéttina til að hjálpa okkur að lyfta upp hérna gæðunum sem við erum að sýna í skólanum. Það hefur ekki tekist með 5 ára námi og ég bara legg það til að við förum niður í 3 ár og það hefur svo margt sem að mínu mati batna við það. Kostar mun minna, við fáum efnilegra fólk inn í, ef við getum valið úr stærri hópi fólks, sem þýðir það að það er líklegra að sterkari nemar veljist inn í kennsluna og þau eru komið sterkari nemar, verða þeir sterkari kennarar og svona náum við að byggja upp svona ból af sterku fólki inn í skólanum og þegar við komum með það, þá munum foreldrar langflestra upplega, heyrðu, hér barnið mitt að fara frá kennarar A til kennarar B og gæðin minnka ekkert, svo fer það til kennarar C, svo fer það upp á næsta skólastig og þar eru líka sterkir kennarar. Þetta íslenska menntakerfi, þetta er frábært kerfi og svo sakar það ekki að við erum að hækka okkur á okkur alþjóðlegum listum þar sem að lesskilningur er borin saman með lesskilning annarra landa. Þetta myndi lyfta upp anda í inni á öllum kennarastofum hérna á Íslandi og fyrir vikið fólk með mikið sjálfstraust og sterkar sjálfsmynd, það er líklega til að fá hærri laun og það er líklega til að fá virðingu frá samfélaginu. Til að láta bera virðingu fyrir sér þá þarf maður að hafa sjálfsvirðingu og ég held að sjálfsmynd og sjálfsvirðing kennara í dag sé ekki nógu góð af því að okkur finnst margir vera á móti okkur, fólk skilur ekki hvað þetta er erfitt starf og við fáum lág laun. Þetta er það sem dynur stöðugt á okkur. Ef við myndum dynja á okkur, þetta er þvílíkt frábær fagmennska í einhvern skólanum. Þeir standa sér vel, ná miklum árangri. Það er allt mynd sem blasir við okkur þarna. Og þarna er ég að velta upp stórum steini og það væri bara fínt að fá almenna umræðu og almennlega umræðu þetta. Getur það verið að við getum bara farið stundu þar að taka skref tilbaka til að komast áfram? Getur það verið að kerfi sem kostar minna og tekur minni tíma skili meiri árangri? Ef það er þannig, eins og ég held, þá myndi ég segja, förum í það kerfi. En getur verið að þegar þú nefnir brotna sjálfsmynd kennara og álega... Þetta er ekki allir þannig. En getur verið að þetta sé í rauninni ekki vandi kennarana á grunnskóluna heldur samfélagsvandi. Getur verið eins og maður heyrir oft kennarana ræða sjálfa að þeir fái þetta sé vonlaust verkefni og kalli bara þessi nánast innbyggt í starfið að þú bara munir bugast eða munir kalla á kulnun að ég náttúrulega hef áður sagt frá því að þegar ég var barn í grunnskóla austur í Mývatnssveit þá var agavaldið svo mikið hjá kennurum og skólastjóra að það var ekki einu sinni upplýsingagjöf til foreldra minna og þau höfðu bara kennararnir höfðu allt með okkur nemendur að segja. Núna virðist manni sem svo að ef kennar ætlar að taka einhverja ákvörðun, vísa nemandur tíma eða eitthvað, þá er hann bara komið með heilt hverfi á sig og það er endalausir tölvupóstar og endalausar ýfingar á milli foreldra og kennara og heimilin eru orðin einhvern veginn, þau eru orðin svo bara svo ég vitni kennara sjálfa, heimilin hafa orðið svo mikið framgang nemendana að segja í rauninni umfram vald kennarana að allt fer í bál og brand. Hvað segirðu við þessu? Já, ég auðvitað með að svara þessu. Þetta er líklegast raunin og örugglega raunin víða. En ég setjum upp svona dæmi fyrir því að þú ert foreldri og átt barn og það er skóli sem barnið gengur í og það fer svo saga af skólanum að þetta sé frábær skóli, hann skilir frábær árangri, þessi miklu fagmenn sem séu þar í öllum stöðum, stjórnendur, kennarar, starfsmenn á göngum og í mötuneytinu, það kemur eitthvað uppvarandi barnið þitt. Þetta er skóli A, skóli B
þar sem sagt ekkert gengur, það eru eldar loga víða, gangaverið tala ekki við börnin og það er allt í fokki, maturinn er vondur í mötunundinu. Í hvort skólan er foreldri líklegri til að hjóli. Það er miklu líklegra til að hjóli í skólan sem er vont ástand, vegna þess að hann er brotinn fyrir. Ef þú með sterkan skóla, góða stjórnun, skóla það sem að bara það gengur vel, þá ertu miklu líklegri til að fá símtal frá foreldrinu og það er spurt hvað getum við gert saman til að laga þetta. Þú tala virka samkeppni á meðalskóla. Nei, ég er ekki að tala virka samkeppni á meðalskóla. Ég er að tala það að skólarnir, að inn í skólanum séu gæðafólk og afburðafólk í öllum stöðum. Þegar það þegar við erum búin að skapa það andrúmsloft og þá menningu í því skólakverfi sem að þetta er svona, þá verður þetta miklu auðveldara. Auðvitað eru foreldrar nú til dags, það er alveg, þetta er gjör svart og hvítt þegar þú varst í grunnskóla. Ég ætla ekki að draga dul á það. Og því fylgdu ekki bara kostir, sko. Nei, alls ekki, sko. Ef þú féllst á milli skips og bryggju vegna persónulegra væringa við skólastjóra eða kennara, þá bara Guð hjálp þér, þú ættir ekki. Ég meina, þú veist, ég þekki, þetta er svo mörg alls konar smáatriði sem eru gerðir á yngri skólum. Þú ert kannski með mentorskilaboð. Það sem að gefum bara, Björn vinnur ekki vel í tíma, ítir bara mentor. Og svo bara hegðar það ekki, vinnur ekki í tíma, mætti ekki með námsgögn og svo er þetta bara sendt heim og þetta foreldrarnir horfa á þetta, hvað, þú mættir ekki með dótið til tíman og kennarinn, þá hvernig er myndir, þarna strax farið að búa til svona einhverja vonda mynd, sko, kennarinn ósanngjarn eða foreldri trúir það barninu, veit það ekki, það er með samvinskupið vegna þess að það sinni barninu ekki nógu vel, svo hefur það samband, það fær tölvupóst og það er broddur í tölvupóstum. Það kemur eitthvað svona fram að, heyrðu, og þú fær tilfinningu, ég er ekki nógu góður uppalandi, sem er kannski rétt, en þú nótis er það ekki til sjálfu þér. Þú bara svarar tilbaka og það er komið lítinn eldur þarna sem byrjar að loga. Svo eru 3 þannig í þessum bekk og kennarinn bara, það er allt í volli hér, út af hverju, þú veist, foreldrar Siggu, Stínu og Stjána, þetta er óþolandi fólk og hún fer í skólastjórn bara þennan kennara, svo erum alla kennarana með 2-3 bekkna sem eldar loga. Þetta brennur þetta allt upp til lagna með þessu, þegar þú gerir vinnur þetta svona. En það er þetta að vinna þetta allt öðruvísi og þannig hátt að þú fyrirbyggir þetta. Ég þekki bara skólakverfin það sem þetta hefur verið gert þannig að foreldrarnir taka þátt í starfinu lang flestir. Auðvitað eru til einstaka undantekningar sem eru mjög erfiðar en það er þetta eiga kannski við þar með sterku stjórnundateymi og bara sterkri skólamenningu. Við notum síman allt og lítið að hringja í fólk. Tala sterka og góða hluti, jákvæða hluti í upphafi. Þetta er bara að vera í skólastefnunum okkar í Sjálfstæðisflokknum. Fólk hlóa þessu en þetta er grunnurinn af því að skapa góða skólamenningu. Hún verður góð með því að byggja upp traust og svona ákveðin styrk í skólanum gagnvart skólakverfinu. Við viðurkenna þeim að gera mistök, því við getum öll gert mistök og bætum fyrir það. Skoðum í jákvæða hlutina, látum foreldrarna vita okkur þykir vænt börnin þeirra. Það tekur nokkuð símtöl, þú ringja 25 símtöl, það getur tekið 3-4-5 klukkutíma. Bara það sem út að lýsa einhver jákvæðu við barnið sem að foreldrið á snemma á ferlinum, þá hugsaði foreldri, heyrðu, þetta er kennari í fyrsta sinn sem ég hef jákvæð símtala með Björn minn, sem er búin að láta þessu besti í 4 ár, heyrðu, þessum kennar þykir bara vænt hann. Næst þegar Björn kemur heim og segir að kennarinn sé fíbl, þá hugsaði þú, heyrðu, ég þekki veit nú betur, heyrðu, hringi kannski kennarinn og spyr, hvað var í gangi? Þið ræðið það, þarna er komið sátt, þarna er komið brú á milli heimilis og skóla. Þarna í stað þessi eldur þá er bara komin vin í eyðimörkina og þetta er þetta að gera með alla krakkana og þetta að gera þetta með alla nemendur í skólanum og maður á að gera þetta strax við þá nemendur sem að grunar að komi til með að verða mest til trafala einhvern veginn líklegir til að valda einhverjum óróa. Þeir nemendur, þekkja þetta svo vel að ég er með úlingaskóla, þeir koma upp í 8. bekkjarlokkar og þeir eru markarar, allir þekkja, þetta eru litlu villingarnir og litlu glæpamennir sem hafa verið að gera einhvern óskunda. Maður kynnist þeim, hrósar þeim, þeir eru svo litlu hvolpar á eftirmanni, hringir heim, hrósar þeim fyrir það. Fyrstu símtölun sem foreldrarnir sem að eiga þessa að böldnu drengi eða stúlkur fá símtölun það að börnin þeirra séu bara alls ekki vond, séu bara frábær. Þessir krakkar oft bara, þeir fara að þrífa klósetni fyrir þig bara. Í stað þess að hafa þau í stríði gegn þér, þá þarf að, þetta er hljómar eins og þessi bara einfalt. Þetta er einfalt, en það gerir þetta bara ofboðslega fáir. Og það auðvitað þarf ákveðina, þú þarf sterkar sjálfsmynd, þú þarf mikið sjálfstraust til að gera þetta. Ég hef heyrt í kennurum sem þora ekki að taka upp síman og hringja.
að þeir eru bara óttast að fá ykkur að gusi yfir sig að þeir búið að tala það að foreldrar á Íslandi séu bara brjálaðir. Ég er bara ekki sammála því. Foreldrar á Íslandi vissulega vinnaði mest innan OECD og voru minna með börnunum sínum en þeir ætti að vera, en þeir eru alltaf tilbúnir að vinna að hag barna sína ef þeir finna það að kennarinn er ekki að hefna sína á þeim eða reyna að ná sér tilbaka eða kenna foreldrunum eitthvað sem gerist í tíma hjá honum. Það er heldur ekki til þess að hjálpa til að sumir skólar leggja ekkert upp úr heimanámi á meðan aðri skólar eru aktíft mjög mikið heimanám sem kallar á viðveru foreldra, kannski með nemendum sínum og það er alls konar svona brotalamir líka sem að... Það er allt mitt mat og þú talar að nefndi samræming á hann eins og það var með kennaranemana, ég vil að það sé miklu meiri samræming í því að foreldrar geti gengið að því vísu hvaða nám barna þeirra, hvað inniber í námi barna þeirra. Við erum aðallanskóla sem er erfitt að vinna eftir og þetta er eins og nefnir með heimanámi. Þetta er út allt. Fólk veit ekkert, fólk veit ekki hvaða þjónustöð er raun að fá í gegnum skólan. Það skilur ekki það sem kemur á mentor, þessi liti og bókstafa. Fólk skilur þetta ekki og með þess að skólasamfélagið skilur þetta illa og ég er alveg viss það að ef ég fengi umræðu bara meðal þeirra sem stjórna menntavísindasviði, þá get ég rekið og gat með námskórana og það sem þetta mat í henni. En ef það liggur svona misvel fyrir okkur sem kennaranemum að leiðbeina og kenna, ég ætla bara til að það sé á hreinu, þá liggur það bara jafn vel fyrir fólki svo að spila tónlist eða stundu íþróttir. Sumir eru góður í því, sumir eru bara milligóður, með geta allir bætt sig, en sumir get ekki dribbla bolta þú inn í 10 ár. En er ekki meiri líkur á að ég sem píanónemandi verði sæmilegur á píanóið á 5 árum en 3? Það ætti að vera þannig. Og ertu þá ekki komin í smá mótsögn við það sem þú ert að segja? Nei. Er ekki aðeins líklega ef að ég er 5 ár að læra það að verða kennari, er ekki aðeins líklega að ég verði betri kennari þá og það verið meiri jöfnur skóla og þá segir ég bara höfum þetta 10 ár hann að við fáum ennþá betri kennara ég er bara ósammála þessu ég spyrja ég skil ég er ekki að fara að hengja þetta upp eins og einhverja strengjabrúð ég held að við verðum bara að bera við vitum það alveg þegar við erum að læra eitthvað ef við setjum í einhverju sem á einhverjum kursum sem að skila ekki miklu og kennarinn er þess eðlis að maður hann er ekki trúverðugur í því sem hann er að kenna þó hann sé að vísa ykkur fræði og hann er ekki tilmanns og maður situr lengi þannig þá verðum bara verri fyrir vikið. Þú ert að nálgast þetta pínlítið eins og bara kennslan sé listgrein. Já, eins og ég nefndi í upphafi einstaka hæfileika ef vel eigi að ganga. Já, bestu kennararnir, ég bara get farið yfir það í þeim, náttúrulega ég hef verið skólastjóri í 2 skólum, bæði yngri barnaskóla og unglingastigi og það er alveg, þetta er að unun að horfa á góða kennara að kenna. Þeir eru með augun allstaðar, þeir skynja allt í skólastofunni. Það er enginn sem kemst upp með það, hann veit leið og Jón Pétur er farin að fikta í símanum undir borði. Þetta er náttúrulega bara svona með stjórnun í öllum geirum. Þetta á bara við lífið allt. Maður finnur það bara strax þegar maður kemur inn í herbergi þegar maður hittir fólk. Hvort einhver með þessar náðar gáfi að halda utan stjórn leiða. Þú ert bara að segja þetta sjálfur. Þetta er svona, já, og þess vegna þurfum við að koma þessu fólki, það er kannski ekki alveg nógu margt svona fólk bara kannski til á landinu sem ætti að vera í kennslu, en ef við erum með talið mikið af þessu fólki, þá hjálpar það líka hinum sem eru kannski ekki alveg þarna, en það er fullt af fólki sem getur orðið mjög góðir kennarar. Námið, ég segi líka bara, hvers vegna sjáum við ekki bara umtalsverða breytingu á gæði kennararnema eftir 5 ára nám, það ætti að vera það þegar við aukum tíma svona mikið. Talandi það, þú segir líka að 20% kennararnema að þeim finnist námið ekki búa kennara vel fyrir störf og vettvangi. Í hvert að vísa þar? Það er könnun sem var gerð bara meðal kennararnema. Þannig eftir þessa lengingu þá er samt 1 af hverjum 5 kennaranemum sem finnst námið ekki vera að búa kennaraneman vel fyrir störf og vettvangi. Já, ég ætla bara... Er þetta nýleg gögn? Já, þetta er nýleg gögn. Þetta var í Áslaug Arna, þetta var gert fyrir hennar ráðuneyti ég held bara líka að þarna komi eins og skólar eru í raun mannauðurinn í skólanum, styrkleiki skólana er mannauðurinn í skólanum, það er ekki klósettin, veggirnir eða snagarnir, sama á við háskólan. Ég held að þegar við búum við þannig kerfi að opinberir starfsmenn eru bara, þegar þeir eru komnir á sinn stað þá hvernig var það með starfsmenn háskólans þegar við ákveðum að lengi til 5 ár var það rætt einhvern tímann, heyrðu, ef við gerum þetta þá hljótum við að ná meiri árangur og nú ætlum bara að mæla það hvernig þetta gengur. Til hvers var 2 árum bætt við? Var það til að
kennaranemandi sem þeir útskrifa verði betri í því að kenna eftir námskránum sem liggur til grundvallar grunnskólastarfinu. Var það sú nálgun einhvern tímann rædd? Ef svo þá verður það ekki tekist. Ég held bara alveg eins og með grunnskólana, þá það bara mannauðurinn í háskólanum. Ég held að það sé ekki hollt að það sé ekki meiri hreyfing á fólki og þeir sem stýri þar hafi ekki meiri getu til að hreyfa fólk úr og í störf. Ég held bara að þú ert komin á eitthvað stað, þú getur, ég held að það sé bara mannlegt, ekki bara við menntavísið, bara alla opinbera starfsmenn og ég þar á meðal, að þegar við erum komin á eitthvað stað, menn ég þurfti ekki að hafa neinar áhyggjur að fá ekki laun í COVID. Ég vann til, það var skólastarfa stitt og maður var umbreytt við ykkur og svo var maður bara gæti að fara í hreyfingu klukkan 12 á daginn og bara búið með ræktin, það var gaman og í hruninu. Ég þurfti ekki að hafa neinar áhyggjur í opinber starfsmaður, fekk bara tékka minn. Ég að sjá fólki í kringum með vera að missa húsin sín, ég fekk tékkan minn. Þegar maður opinber starfsmaður, þá gleymir maður því stundum að það er fólk þarna úti sem að vinna við þannig aðstæður, það þarf bara að skila árangri. Og það þarf að ná einhverju sem ætlast til og fyrir vikið, ég ekki að segja þessi alltaf betra, en maður þarf stundum allavega að svona banka í hausnum og sjálfur sér, heyrðu Jón Pétur, þú ert opinber starfsmaður, gerðu þitt besta og ég hef alltaf, mín mantra og mitt motto það, eins og kannski heyrist, að ég hef gríðarlega ástríði fyrir skólamálum og hvort sem ég var að vinna fyrir ríkið eða einhvern annan, þá myndi ég vera að gera það sama og ég að gera núna, að börn í þar sem ég kem að þau líði vel, sé lítið einelti, þau séu tilbúin að tala við fullorðið fólk að þau treysta því, námsárangur sé góður, allt þetta kosti lítið. Svona hef ég rekið það stofnanir sem við höfum sem skólasamfélögum sem ég hef tilheyrt, ég hef verið í. Þetta myndi ég segja að væri og ég hef bara sýnt fram á það og ekki ég heldur samfélögin sem maður hefur komið í. Það kosti ekki mikið. Foreldrar eru gríðarlega ánægðir, börnin eru á miklum árangri, hvort sem það í vellíðan eða námsárangri. Þessu vil ég koma á víðar og ég held að með 3 ára námi, þar sem að við tökum kennsluskrána hjá skólanum, brjótum hann upp og einbeitum okkur að því að kenna í háskólanum það sem á að kenna og skoðum mannauðin í háskólanum sem að kenna og fáum bestu kennarana þar inn líka, alveg eins og við eigum að fá inn í grunnskólana. Það eitt sem ég hefur ekki með á. Ég hef nú töluvert fjölbreyttan starfsferil að baki og ég hef bæði unnið hjá 3 ríkisstofnunum og svo hef ég líka unnið á ótalmörgum einkareknum vinnustöðum. Ertu svona gamall? Ég gamall. Megin hluti ævi minnar hefur verið á einkareknum vinnustöðum og það sannarlega mjög oft sem fólk á einkareknum vinnustöðum þarf að hlaupa hraðar en hjá hinu opinbera en á móti kemur og það eru ábyrgðir og skyldur og alls konar hamlanir inn á ríkisstofnunum sem að auka álag með vissum hætti hvort sem að þú hefur það gott í COVID eða ekki. En það umræðan þessi mál, hún svo polariseruð. Annars vegar eru það opinberir starfsmenn sem að verja allt sitt og hins vegar það oft svona fólk í einkaframtakinu sem að bendir á að báknið sé að þenjast út meir og mjög svona harður slagur á milli þessara 2 fylkinga sem ekki skilar neinu. Mér finnst ég hins vegar skilja sjónarmið beggja af því að ég hef verið á báðum vígstöðum að mér getur kallað það sem svo. Ég veit að það alveg rétt hjá þér að það alls konar gallar sem fylgja opinberri umsýslu hér á landi. Ég hef unnið á ríkisstofnunum þar sem að bara all góður hluti starfsmanna í einhvers konar vernduðum fasa sem að maður bara botnar ekkert í. Þið aldrei liðin í einkaframtakinu. En á móti kemur líka að samfélagið náttúrulega orðið alveg ótrúlega flókið miðað við það sem það var og til dæmis lagalegur réttur fólks til þess að gera allan fjandann, hann orðinn mjög mikill þannig að við þurfum að gæta okkur að einkaframtakið kaffæri ekki hið opinbera líka. Þetta mjög flókið allt saman. En hefur reiknað út ef við myndum stytta kennaranámið úr 5 í 3, við varum væntanlega að tala að ríkið myndi spara sér alveg gríðarlegan pening en ansi stór hluti opinberra starfsmanna myndi missa vinnuna sína, ekki satt?
Jú, það náttúrulega hluti af sparnaðinum að við gætum til dæmis, ef við myndum bara skoða þetta þannig að 2/5 starfsmanna háskólans, að þetta eru 2 ár, segjum, ég er ekki búin að reikna þetta út, sko, en ef við myndum taka þá í burtu og það væri sem sagt þannig að sá sem ræður þar innanhús gæti valið það starfsfólk eftir sko, sá starfsmaður sem velur, hann þarf líka að bera náttúrulega ábyrgð og bara gæti, þú veist, verið látið fara ef hann stendur sig ekki í því, en eftir stæði kannski 3/5 af svona besta starfsfólkinu sem hefur sýnt fram á það með einhverjum hætti að það nái árangur í starfi. Vegna þess að orðið árangur, það til dæmis ég fletti svolítið kennsluskrána í háskólanum og það kemur eiginlega ekki fyrir. Þetta er aðalega sko, það eru fjölbreyttar kennsluaðferðir, ekki árangursríkar kennsluaðferðir. Þetta er svona mantran í gegnum til dæmis kennara nám almennt og útvatna. Já, bara fjölbreyttar kennsluaðferðir, beittu þeim, en ekki árangursríkum. Ekkert sem hægt er að negla þig fyrir að þú sért að bregðast. Nei, og ég vil ekki vera að negla fólk fyrir. Það sem ég vil bara að börn nái árangri og þeir ná árangri með góðum kennurum og þess vegna þurfum við góða kennara í háskólan og góða kennara í grunnskólan og með því að stytta þetta niður í 3 ár þá held ég að við spörum alveg fullt af peningum sem gætu þess vegna farið einhverju leyti tilbaka inn í kerfið. Það er ekkert skrítið við það. En svo myndi þetta er almanna peningar, þetta er peningar bara Jóns og Gunnu hérna, sem að vinna á kassa í Bónus og í fiskverkun í Þorlákshöfn, þú veist, þetta er ekki peningar sem vaxa á trjánum, við þurfum að spara, þetta er góð sparnað til að fyrir hérna Kristrún og Kó, sko. Og ég held að samfara þessu, þá bara fáum við sterkari kennarnema hóp sem þýðir það að við samkeppnishæfni landsins hérna vex. Ef ég myndi segja við því, ég held að við getum stytt læknanámið 2 ár vegna þess að það snýst þetta bara að fá enn frábærari einstaklinga og við borgum með aðeins meira og hérna maður þarf að hafa svo mikla náðargjafir til þess að vera læknir. Hvað myndir segja við því? Það ég myndi segja að þú getur framfærið rök fyrir því. Kottum með þau og ræðum það. Já, ég held að það sé bara rétt hjá þeir að þarna, og ég held að rannsóknir sýni það bara glögglega að læknar eru ofboðslega misjafnir. Læknar sem sýna á stofugangi og koma og hitta sjúklingana sína og öðru nærgætnir og tengjast þeim og sjúklingunum líður vel í kring og þeim batnar fyrr. Ég myndi vilja hafa þannig lækni, ég myndi ekki vilja hafa lækni sem að maður finnur einhvern veginn að maður skipta hann engu máli og hann bara gerir þetta eins og eitthvað vélmenni. Bara alls ekki. Og hérna ef það verður að stytta læknanámið þá bara go for it, en það eru alveg endalaus öfl sem myndu koma með nei, það er ekki hægt út á þessu og þessu og þessu því að fólki finnst það einhvern veginn að út með styttra nám og þessi eitthvað verra nám, það tengir þetta saman, það er svona einhver hugrenningatengsli að fara þarna. Ég þekki bara ekki nógu vel til læknanáms að ég vilji sko vera að ræða það sérstaklega, en almennt ég vil bara ef það er góð rök fyrir hlutunum og það er þetta að sína fram á, segjum að bara, ég varpaði tilbaka, höfum læknar með 15 ár, þá bara ætlum að fá ennþá betri lækna, þú vilt hafa það svona lengi og heldur að það sé gott, höfum það bara 15 ár, hvers vegna ekki? Ég ætla að fá lækna bara sem bjarga öllum, það er deyri engi hérna. Við vitum það er einhver brotalína þarna og hvort sem það eru 5 ár, 3 ár, 2 ár, 1 ár, 7 ár, 10 ár, þá þurfum við að finna réttan staðinn og ég held að hún sé ekki 5 ár í kennaranámi. Það er alltaf það sem ég hef þykist að vita á, ég held að sé nær 3 árum. Ég held almennt ofmenntun, ég ætla bara að taka það orð í minn munn og segja, ég held að það sé töluverð ofmenntun í samfélaginu. Reynsla fólks og bara árangur almennt sé ekki nógu mikil metin í opinbera geranum. Einkagerinn, hann fær umsækjendur til sín og hann horfir á það og hann hugsar hvaða einstaklingur er bestur og hann skoðar prófgráður, skoðar hitt og þetta, en það er ekki það sem að gerir slæðir ekki svona loka hljóminn í því hver verður ráðinn. Það er sá sem að sá sem er forstjóri fyrirtæki eða starfsmannstjóri heldur að sé bestur fyrir fyrirtæki og það er ekki endilega sá sem er með flestu prófgráðurnar, það getur verið hann, en í opinbera geranum þá er það bara aldur og prófgráður og þá bara trompar meira minna allt. Þú ferðið fyrir hæfnisnefnd, farið ykkur engun og hvort sem þú ert ónýtur í einhverjum mannlegum samskiptum sem ekki í metinu svona viðtölum, þá þú komið starfið og getur verið megin inn í þeirri stofnun sko
árabil og þetta þekkja stjórnendur í opinberum fyrirtækjum að svo menn að skáka þessu fólki hingað og þangað í störf sem þurfi ekki mikið, þurfi ekki að skila miklu en stór kostnaður fyrir opinbera geran. Auðvitað þetta fólk að vera einhvers staðar en þá bitnar þetta á fyrirtækinu því að fjárframlög til fyrirtækja í opinbera stofnana náttúrulega ekki endalaus og þetta fullt þetta í skólunum eins og bara víðast annars staðar í samfélaginu. Maður hefur svolítið fundið fyrir því að það hefur ekki verið í tísku hinn seinni ára að upplýsa skoðanir sem kynna verða deildar. Já, ég kannastu það. Þú kannastu það, þú ert að hefja þingferil. Ætlar þú að verða, þú ert reyndar í minnihluta sem að kannski þú ef til vill ekki að bundin af forminu á meðan þú ert í stjórnarandstöðu meðan við það að þú verður stjórn í minnihluta en ætlarðu mun þetta marka þína línur núna að þetta samtal okkar ætlar að halda áfram að segja skoðanir þínar þótt séu óvinsælar og umdeildar ætlar að ögra samfélaginu, það mikilvægur hluti þess að vera þingmaður að hreyfa við lyfta steinum, snúa þeim við og gagnrýna eða koma með spurningar okkar samfélag? Já, ég held það. Ég er náttúrulega mjög óreyndur þingmaður. Ég er náttúrulega ekki setið, ekki verið á einu þingfundi og það er ennþá verið að telja atkvæðið, ekki? Ég veit ekki hvað ég enda í því. En já, ég held að auðvitað mun ég sinna mínu starfi, reyna að gera það eins að mikil ábyrgð og ég get. Ég klikkaði aðeins í þessari Facebook-færslu. Ég var með las vitlaus í tölur og birti það svo lagaði það. En ég reyni að sinna því eins og ég get og ég er ekki að stuða fólk eða ögra. Þetta kannski bara hljómaði þannig, það getur vel verið, þá ég bara þannig. Ég er að reyna að ná árangur fyrir börn á öllum sviðum og leið að minnka kostnað og ég séð það að því skólamálur er mín sérgrein að það er hægt að því að leið og þetta fer að ganga vel þá lækkar kostnaðurinn. Ég mun halda áfram, held ég, að tjá mig að því að þannig finnst mér þingmenn eigi bara að vera. Ég held að skoðanir mínar rúmist vel innan Sjálfstæðisflokksins. En þú ert í smá limbói núna, Bjarni er búin að segja okkur það að hann er að fara að hætta og svo kemur nýr formaður og hann setur á því flokksaga hattinn og hann segir Jón Pétur, þegið, þú hætt að skrifa þetta. Þetta getur kostað okkur atkvæði og þetta kostar mjög auka vinnu. Hvað ætlar þá að gera? Ég held að, ég myndi segja við minn nýja formann, ég held, kæri formaður, að mína skoðanir rúmist innan Sjálfstæðisflokksins og ég held að ég sé að tala réttu máli, ég er kosinn og þing fyrir mína skoðanir og þær munu draga fólk af flokknum. Fjölbreytileikinn sem ekki. Já, ég held að fjölbreytileiki skoðana. Öllum flokkum ætti að vera töluverður fjölbreytileiki til að sem flestir finnir sig inn í þeim flokkum og ég held að Sjálfstæðisflokkurinn sé þannig svona breiðfylkinga við að mína skoðanir í virkilega heima þar. Ég held að ég hef nú verið fenginn á lista því að fyrir þau mál sem ég hef talað fyrir og ég held bara áfram að tala fyrir þeim. Já. En þú áttur þig á því að þetta spjall okkar núna það gæti bara farið þannig að enginn myndi ræða það. Já. Og þér myndi bara líða eins og þú hefðir ekkert verið hérna. Svo geti líka verið að það yrði bara allt vitlaust og þú myndi bara fá á þig heila starfstétt. Þína eigin kollega, kennarana og menn yrðu bara alveg foxsýtlir út í þig næstu 10 dagana. En þú hefur einhver ágjörð því? Jú, mér finnst það ekkert skemmtilegt ef það er þannig, en ég vona bara að menn fari þá málefnilega, ekki í mannin bara og ræði bara málefnin. Ég er búin að, þetta er á Facebook-síðunni minni. Það er náttúrulega lifibrauð fjölmargar Íslendingar sem eru undir þarna með þessari gagnrýniðinni eða þessum ábendingum. Við vitum það að hellingur af fólki þyrfti að finna sér nýtt jobb. Já, og það, það er bara holdt fyrir okkur öll. Við að það sé aðeins rist upp í það drammanum hjá okkur. Almenni markaðurinn þarf að finna sér nýtt starf af og til og ég held að ef einhverja dyr lokast og einhvern þarna þá held ég að aðrar opnist og ég held að fólk sjáu það bara, ef þú ert í starfi þar sem út svona mallandi einhvern veginn og nærði ekkert almennum árangri, þá held ég að skili fólki ekkert almennum lífsgæðum. Ég held að langflesti sem að myndi bara vera að segja að myndi 100 manns missa vinnuna, að ég held bara að það fólk myndi eftir 1,5–2 ár
var gaman að fá tölvuborðsfröðu og segja, heyrðu, þú hófst þarna umræðu, ég misti vinnuna, en bara segja þér að mér líðum bara miklu betur núna. Nú ég komin á stað þar sem að einhvern veginn ég komin að farin að keyra upp einhvern veginn áhugan og metna, eða út með ástríð fyrir svona að gera, þá nærðu árangri. Sumar sögur kunna enda svona vel en aðrar sögur kannski enda nú ekki svona vel. Nei, einhverjar sögur kunna enda öðruvísi, en þú ert með einhverjar prógraður og endar og getur ekki fundið þér aðra vinnu, meina það enginn sem vil ráða þig. Á ríki þá að vera með því á spilunum? Nei, ég ekki viss það, sko. Þá máttu bara vera þar, ef þú hefur ekki gæðin til að vera ráðinn eitthvað annað, þá þarf það að hugsa þig í gang og fara að mennta þig meira eða uppfæra þig með einhverjum hætti. Þetta verða loka orðin, Jón Pétur Simsen. Þakka þér kærlega fyrir komuna og þakka ykkur hlustendur og áhorfendur fyrir að hlusta og taka mögulega þátt í þessari umræðu með okkur. Við sjáum til hvað verður hér eftirleiðis, sem ég veist nú ekki ólíklegt að þetta viðtal kalla á einhver viðbrögð, þannig að við munum eftir vilja verða áframhaldandi með skóla og mennta umræðu hér næstu daga, eins og samstöðin hefur mjög oft staðið fyrir. En úr þessu förum við í aðra sálma. Allt það besta ókeypis. Fáðu þér vatn að drekka. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman.